Já, veriði velkomin með okkur í eyrun podcastalinn Komir fyrir Motherfucking Nú skrítið að vera hérna megin aftur af því síðustu 2 þætti ég búin að sitja vinstra megin Já Nú sit ég Hvað fannst fólkið það? 2 gestir í röð Þetta er skrítið, bara engi gestir Tveir hvítir gaurar Já, 2 Aðeins að laga það kannski En 2 í röð Það var ekki planað, það bara gerðist Mér finnst mjög sexist að það hafi verið 2 gaurar í röð Já, þú veist, nei, það er ekki orðið það En þú veist, ef við myndum fá 10 gestir viðbútt og þeir væru allir, þú veist maður var meður þetta Ef þetta væri starffræðidæmi og þetta væri eitthvað svona þá væri Hver eru líkurnar á því að komi annar hvítur miðaldra gaur næst þá var það 100%. Það er yfirgnæfandi, sko. Já, það er 100%. Já, það er yfirgnæfandi Þannig að það er ekkit En þá eru við líka bara konið 3 gestir, það er ennþá í lagi Já. Hvar myndið segja, hvað þyrftum við að fá marga gaura í röð þannig að það væri orðið iffy? 4 4 í röð eða 5 væri iffy? 4 væri iffy. Er þetta ekki 3 í röð og svo? Jú, 3 í röð og svo þarna já, 4 var ómikið 4 gaura í röð The rule of 3 Sko, má ég koma inn á eitt að því að Ég ætla að fá að byrja þáttina áður Ok, má ég samt bara að því við erum að tala um þetta Við erum að tala um gestina og tengist því svolítið mikið sko, varandi gesti okay. Að þess að þarna í senasta hætti fengum við Atlafannar til þess að ræða við okkur um QAnon samsæðiskenninguna og bara út á hvað sú kenning gengur og eitthvað og hann sá nafnlausi situr hann að hinum einn í salnum og vill að við þarna fáum gest sem er andstæði póllin við þetta af því að honum fannst við vera að sem við kannski gerðum að fá einhvern í þáttinn sem er með svipaðar hugmyndir bara svo við getum setið hann og vera eitthvað nákvæmlega maður Akkurat Já, ég meina fair point Comfort zone Fair point Mér langar líka svo gaut að vera virkilega pirraðan Ég verða ekki pirraður Sko, fólk hlustar á Sko, fólk hefur sagt um mig að það hlustar á svo þætti að því að þeir gleðja þá og þetta er gaman og andinn er léttur og ef að við myndum fá einhvern nöttarenga og við værum báðir bara að fucking brjálast og þeir allan þáttun eitthvað þið myndu kannski fatt þetta setna þetta er að fara að gerast það er ekkert gaman það eru bad vibes en ég er samt alveg til að skoða kannski, hvað segið að við fáum stelpu í þáttinn sem er nöttari en máli er sko, eru stelpu nöttari getur þið fengið nöttara með að biðja nöttara, veistu hvað þannig þú veist, ég held samt að þeir séu með þetta að þeir séu kallaði nöttar og þeir eru eitthvað, já þið fatt þetta að við sáhlær best sem síðast hlær Svo óþægilegt að sjá ekki veistu hvað það er samt óþægilegt fyrir mig að sitja þannig að þú sér mig Nei, ég er þetta að færðu tölvuskjána því að ég myndi að við værum á kaffihúsi og þetta væri svo fucking þetta er svo djúpalögin og með tölvuskjá á milli, þetta er svo fucking djúpalögin og ég eins og ég sé einhverjum svona Nú er þú bara svo allir hlustir, sjá mig Já, nákvæmlega Ég er að koma þér inn í karakter Vá, svona líðum, ég fatt það ekki Hvað aggression er þetta? Ég er bara, En þetta er definitely eitthvað sem hægt að skoða 100%, það má skoða allt, sko Ég til ég að fá nötturu Nötturu? Já, nötturu En hver væri það? Við þurfum að fá skilaboð hvernig við eigum að fá skilja, því að ef þú ert eitthvað ég er nöttari þá er maður, nei, þú er bara lítið ófindin Heldur samt að svona sjálfsmeðvitaðir nöttarar sé ekki alveg ég er samkvæmt skilgreiningunni er ég nöttari en býðið bara býðið fucking bara er ekki vanlega þeir sem að hvar erum við að tala um í crazy erum við að tala um einhver sem að þú veist Það með hárið til loft Nei, þetta tengist útlitun ekki neitt það tengir bara hugmyndunum sem það trúa Það tengist líka útlitun, er það ekki? Allavega fyrir mitt leiði, mér langar að fá visuált aspektin inn, eitthvað svona hárið til loft Ég vil fá eitthvað sem finna skoðanir ég vil ekki fá morgunblaða nasistan, skilur ég bara Nei, við viljum enga nasista Nei, það þarf að vera eitthvað svona eitthvað eins og við vorum að tala með Atlafannari þú veist, eitthvað svona þú veist
bæði þetta QAnon og eitthvað svona nazis á tunglinu og Flat Earth væri mjög skemmtilegt heldur að trúi einhver á Flat Earth heldur að sé Íslandingur já, 100% ég nokkuð svona og ég held að þetta sé oft bara sama fólki þetta bara, þú veist, það bara eitt gaur sem hún tala nei, en þetta ekki, sorry Flat Earth gengur ekki upp nema og búir bara einhverstaðar á mainlandinu, skilur þú þarfst að búa einhverstaðar djúpt og þú þarfst að búa einhverstaðar eins og við á Íslandi, skilur við þurfum að ferðast það mikið og við förum í flugvélar og já, flugvélar sannfæraði ekki neitt þau sannfæraði ekki neitt ekki einu svona gameskip þau horfa bara á sko það eins og þarna rapparinn B.O.B. muni eftir þegar hann var eitthvað hann massa Flat Earth það var ekkert tíma eitthvað myndband á honum þar sem hann hafði tekið sko, hann hafði verið einhverstaðar það sem var mjög mikið flatlendi hann sá ógeðslega langt hann sá bara einhverja vegalengd hann stóð á einhverju punkti og það sem hann stóð þá gæti hann séð einhvern veginn vegalengdin á milli tveggja borga sem var alveg ógeðslega langt á milli ég veit ekki hvað margir 100 kilometra og hann var alveg, já ok því sem þetta ætlaði að segja mér að ef að jörðin væri hnöttur þá væri bogi á milli borgarna þú veist, hann gerir sér ekki grein fyrir því hvað jörðin er stóra og auðvitað lítur hún út fyrir að fucking flötur og horfir á hana hann bara, það ætti að vera bogi shit, ég hef séð og síðan þá hef ég ekki heyrt mikið meira í honum sko. þetta var einmitt B.O.B. hann líka hundleðileg ég horfði á einhver svona Flat Earth myndi en ég horfði bara byrjun á hana því að ég fekk allt sem ég þurfti út af fyrstu 10 myndunum þegar gaur einmitt eitthvað stendur og segja borgin hana af hverju sé ég borgin hana en svo best þeir líka gera test já, af hverju hún ekki á bakvið sjóndeildarhengin þú veist, jörðin þú veist, ef þú stendur hér þá ætti, þú veist, að þegar jörðin er kurva eða eitthvað þá ætti hún að vera bakvið sjóndeildarhengin en ég sé hana, af því að þeir halda bara að jörðin sé, þú veist ég veit ekki, 200 kilometra bara allan hringin og sjáu bara alltaf boga þegar þú horfir á finnast svona dót sem ég hef séð Flat Earth dæmi er þegar að gaur var að segja ok, sanna þetta ef að jörðin er að snúast þú veist, á 1.000.000.000 kilometra hraða af hverju er ég þá á sama staðnum ef ég fer upp í þyrlu já af hverju er jörðin ekki bara þú veist, að spinna sko, það er nefnilega máli, þetta er alltaf með svona kenningar það er góð pæling sko. þú veist, fólk þú veist, þeir skilja ekki grundvallar atriði bara, þú veist, bara varandi þyngdarlögmálið og það er alltaf þannig en þú veist, það er líka gravity það er ekkert búið að staðfesta það sem til hvað segir er? fyrir Flat Earthers er náttúrulega gravity bara eitthvað sem þeir eru ekkert alveg sammála er ekki gravity þyngdarafl? jú, ég er að tala að þeir eru ekkert sammála að þetta sé lögmál hvað vil ég meina að þetta sé þá? bara einhver kenning sem er ekki rétt ef hún er flöt, þá bara ert á jörðinni, það tengist ekki neinni orku annars það shit, þetta er pælt í en síðan líka með því að vera svona eins og við að vera eitthvað, núna eru við orðnir æstir og eitthvað, þetta er alltaf svona þú veist, þetta er svona eins og að fara inn á Vísi og lesa eitthvað heimskulegt komment og fucking trillast af því að fólk er svo heimst en þetta er alltaf bara eitthvað, þetta er alltaf bara einhver gaur er ekki, hafi ekki við hefum pottit átt einhverja vini sem að hafa hætt að nota Colgate tannkrem að því að flúorið er að lækka greindarstölniðum jú, það er líka á að vera flúor í vatn ég held að eina skipti sem ég heyrti þessa kenningu sé fyrir svona 10 þáttum þá voruð eitthvað að tala um þetta vorum við að tala um þetta? Já, shit, erum við farin að ég ætla að koma með eitt hérna passa sig þetta er myndin en að þið vilja sjá hennar B.O.B. og hérna er borgin og hann segir að það er 16 mílur í burtu hvað er? Já, ég sagði mér að það eru 100 og eitthvað kilometra þetta eru 16 mílur sem er hvað, 30 kilometra eða eitthvað where is the curve? Hann er ekki að djóka? Nei, hann er ekkert að djóka en hvað, hérna, má ég sjá, það fyrir að Wikipedia og leitar af B.O.B. var hann ekki bara svona Grammy velunarhafi eitthvað, skilur, var hann ekki bara eitthvað bara hit, mega hittari hann, sko, ok, hann er 88 model hann er nógu gamall en hvenær gaf hann eitthvað út síðast? Hann er þú veist, hann er ennþá bara já, þú veist, eins og það fer bara leitar einhver nýjum plötum með hann þú veist, er Young Thug með vers á nýjastu plötuna, skilur, er fólk búið að gefast upp á hann? 2016 ok, maður sjá tracklistan það er engin featured 8 lög Hurt ok, fuck it geðu þetta, hvað var eftir aðalagi hans? Eitthvað Planes, eitthvað Hérna Airplanes var það ekki eitthvað MIA eða eitthvað? Nei, ég veit það ekki maður ég man bara mér littist hann gæðið mikið sko já, ég þoldi hann ekki já
Hann var svona á tímabili voru rapparar sem Airplanes, nákvæmlega sko á tímabili B.O.B. var einn af þessum gaurum sem að einhvern veginn varð það vinsæll hvað segir ég? Já, rapparinn Bob varð einhvern veginn það vinsæll að hann bara ákvað að taka þetta skref bara ég ætla að verða mainstream rappari og Flo Rida gerði þetta líka þú veist, var alveg með, þú veist, ég var mikill Flo Rida maður en hann var bara ég fæ miklu meiri pening ef ég geri bara einhverja þú veist, einhverja smá bara drullu. Var Flo Rida nettur hann var geggjaður, hann rúlaði bara með Rick Ross og eitthvað. Ég held að hann hafi bara verið bara svona early days af einhverju hann er með katalóg sko. Hann er með katalóg sko. En heldur hann sé hættur að chilla með Rick Ross af því að hann, var það ofinsæll og eignast mikið peningum? Nei, þeir eru örugglega vinir sko. Ég er að meina bara svona back in the days þegar Rick Ross var líka svona up and coming þá voru þeir eitthvað gengi. En hvað varðum rappara? Ég tengdi hann eitthvað vegna alltaf við hann B.O.B. Flo Rida? Nei, reyndar ekki Flo Rida, heldur Lupe Fiasco. Ég var að fara að fucking segja þetta. Ég veit ekki, ég held sem engin tenging hann voru ekki að rísa upp á sama tíma. Lupe Fiasco er eitthvað bara svona super conscious rappari. Já, ég veit en voru ekki að rísa upp á sama tíma. Jú, það getur verið, svona 2010 Hann er kick-push-lagið. Já, þetta er svona rétt áður en rappar geðað cool, áður en að Kendrick og A$AP Rocky og þeir komi. Þetta er svona vinsælarappið undan því. Þetta var vont tímabil áður en að Schoolboy Q gaf út There You Go. Fram að því, eða þú veist, já, frá hvað ári var þetta búið að vera leiðilegt? Frá svona 2005. Já, þetta er samt ekki satt, sko. 50 games. Hvað sem þetta er ekki satt? Já, þetta er samt ekki satt, sko. Sem ég er að segja? Já, þetta er eitthvað svona rapp. Þú veist það er era þarna sem var ekki gott. Sko, á Íslandi eða Bandaríkjunum bara? Overall, það var era Já, sko, þú veist, Lil Wayne var að gefa út bara sitt besta dót fyrir þessa bylgju og allt það. Jú. Nei, Lollipop og þetta dæmi kemur hérna sko, Nei, ok, There You Go, er það 2014? 2012 held ég. Já, ok. Ég er að tala árin 2000 og kannski 2007 til 2010 var alveg. Lollipop 2008 með þessu. Lollipop 2008? Fljótt að líða. Já. Okay. Þannig að málið er að það kemur samt eitthvað tímabil, það kemur eitthvað weird as fucking sound þetta er einhver staðar hann í kringum með einhver tónlistamann ég heldur þetta ruggla sko en það sem að gerði samt þannig að 2012 er að náttúrulega í fyrsta lagi það koma ógeðslega margir geggjaðir eins og bara, við erum alltaf að segja sama bara A$AP og Kendrick Lamar og eitthvað og menn tala bara bara núna er eitthvað nýtt að byrja, þetta er að vera svo global og það er held ég líka bara því að allir hipsterarnir byrjuðu að hlusta svo mikið á rap á þeim tíma sko, en rappið fyrir það var samt ég meina, eins og segir Lollipop kom út 2008 Já, þú veist, 50 Cent var hann ekki 2004 eða eitthvað ég meina, það er, þú veist En A$AP Rocky er að koma hérna með Peso 2011, var það ekki fyrsta svona lagi, það var svona fyrsta lagi sem ég heyrði sem var eitthvað svona, hey, tjöka Já, bara þetta er að byrja Þetta er að byrja, það fært maður ekki öllítið frá þér Ég er að skoða, hérna, 2007 þá var Akon Gucci Mane er að gera geggjaða hluti þarna Gucci Mane, hvað finnst þér um Gucci Mane í dag? Under My Umbrella Ella var hérna sko. vinsælt track og líka sko á einni af þessu plötu með mig þá er það samt strákar, come on þetta er svona, má ég lesa hvað þrjóska er þetta? Segðu bara að það hafi haft rangt fyrir má ég lesa hvað var í útvarpinu nákvæmlega má ég lesa bara fyrir ykkur hérna sko, útvarpi spilar aldrei bestu tónlistina já, en þetta markar samt the era, skilur þetta markar the era, ég er ekki að segja ég skal spila með, hvað árið er þetta? 2007 okay. Fergie T-Pain Akon, Nelly Furtado og ég meina, ef þú myndir lesa upp listan á FM 957 í dag, væri það bara eitthvað miklu betra dót, eitthvað alvöru fucking shit maður Nei, það sem ég er að segja er þegar ég segi þessu nöfn og ég lesa upp þessu lög þá mannst eftir eitthvað svona ákveðnu tískuslýsa era og bara Nei, gauti við vorum að hlusta á fucking underground hip-hop aðeins á undan þessum tímabili þú varst náttúrulega bara einhverju goth Slytherin hljónsveit á þessum tíma ég hlustaði þessum bara á Lil Wayne og þú veist T-Pain og eitthvað Guys, þetta 2007 er árið sem að 50 og Kanye fari í stríðið sitt Brother Ali gefur út tímar, sko. Undisputed
Gauti, viðurkenndu það, þú hafði rangt fyrir þér. Gauti! T.I. vs. T.I.P. Þetta sko bara af því að hipsterarnir, allt indie-liði var eitthvað, indie búið, byrjum að hlusta á rapptónlist, þá var allir eitthvað, wow, núna rap svo fucking gott. Það búið að sökka fram að þessu. Hvaða plata var að koma út þarna T.I.? T.I. ég með bara 2007 fyrir fram. Manstu þegar við vorum alltaf að hlusta, hvað heit plata sem við vorum alltaf að hlusta á? Paper Trails. Já, Paper Trail, ég hlustaði ógeðslega mikið á T.I. í Galanda, sko. Ég hlustaði mjög mikið á trap music. T.I. ennþá góður, sko. Já, mist það. Hann alltaf fucking geggjör. Já, mér varst líka bara What You Know About That og... Já, það eiginlega uppáhaldslega mitt með hann. What You Know About That, What You Know About That. Svo mikið sálag, sko. En tjekki á, bara stöðstur sko. Ég dýrska, sko, þú lútt að komst mér upp á bræði með Slim Thugga. Já, UGK út Underground King sem er með Pimp's Anthem sem er bara eitt besta rapplag allra tíma, það er bara 2007. Wow, Gauti, hræðilegt ár. Prófaði 2008, en prófaði 2008. Förum að segja þetta, ég alveg til að svona greina, 2008 rap albums. Finnum maður ekki alltaf góð ár. Paper Trail kemur þetta á Carter 3. Þetta er fucking gott ár. Trilla með Rick Ross bara breytti lífi mínu. Samt var ég bara að gera eitthvað gott rap. Laxinn með Game. Ok, meira, 2009 rap albums. En þá ferði ég bara 2004-05. Hvað var þetta þá? Áður komin í eitthvað legit, sko. Matt Villani kom út þá. Herðu, Straight Outta Casual. Þetta er skemmtilegt, ekki, ég fíl það. Nei, ég hvað er skemmtilegt? Bara að fara yfir það. Já, ég ætlaði að tala MF Doom. MF Doom, maður. Já, R.I.P. maður. Ég er sko búin að vera að voruð þið miklir MF Doom-menn? Ég var það í gamla daga, sko. Já. Ég er bara að fatta núna hvað ég var mikill MF Doom-maður í gamla daga því að ég hef í rauninni ekkert verið að tjekka á því, þú veist, hlusta á það sem hann hefur verið að gera þannig sé senastu 10 árin, sko. Ég getur ekki nefndir eitt lag með hann, sko. Það er svo langt síðan hlusta á hann. Já. Ég man aldrei en ég átti ég basically get ekki nefnt þér 7 lög bara af Kanye-plötum næstu, samt að Kanye bara í uppáhaldi ég memorisa, næ, ég verð ekki að meina þetta svona, það sem ég segi, ég á erfitt með að memorisa lög Stronger en Matt Villani platan var geggjuð, sko af öllu MF Doom dæmir sem verið gangi fannst mér það alltaf skemmtilegast. Já. Food platan líka. Ég dýrkaði hana, sko. Kemur þetta sama ár, 2004, kemur M-Food og Matt Villani. Og mögulega fleiri plötum með hana, sko. Það voru 2 lög á þessu, það var All Caps lagið sem var... Já, All Caps er lagið sem var, þú veist, lagið sem ég reyna mun eftir, sko. Sem var ógeðslega gott, en byrju, það var eitt annað sem var í miklu uppáldi. En var þetta ekki líka þannig? Fengu ekki að vita eftir að hann var fallin frá bara eitthvað svona hálfu ári setna eða eitthvað? Jú, hann dó sko á Halloween. Rhymes like Dimes. Manstu, ég gerir skeitkabla, þú veist, fyrir löngu sem að, þú veist, vá, við erum að þannig fyrir löngu. Og þá notaði ég Rhymes like Dimes. Þú sýndi mér MF Doom. Já, þá notaði ég trakk eftir hann í það. En pæltið, þú hefur sýnt mér nokkra artista og ég man alltaf geðið vil eftir sérstaklega einum og það er Yelawolf. Já. Djöfull fílaði hann á tímum. Já, en djöfull stoppaði hann stutt í Kvikland. Já, en sko og hann er líka svo mikill svona hann varð ógeðslega fljótt það sem að tók alveg Eminem 10 ára að verða. Já. Yelawolf var þannig á einu ári svona að fór að taka sig aðeins svo alvarleg og svona einhver væli tótt nýjónum, en ég held líka hann var svo heitur hjá bandaríska counterliðinu, þú veist, hvíta fólki var alveg, þessi Yelawolf-gaur, ég fíl ekki rap en þessi Yelawolf-gaur er pretty cool og þá fór hann svolítið bara að gera svona country skotið eitthvað aggressíft. Var hann ekki Alabama Catfish Billy. Já, hafið hlustað eitthvað á nýjasta fyrir hann? Ég er svona þegar ég sé að hann hefur gefið út nýtt myndband ef ég er á YouTube eða eitthvað, þá tjekka ég alveg og það er eiginlega undantekningarlaust bara, þú veist, þetta er svona tónlist fyrir svona pirraða 15-20 ára stráka. Já, þeir held ég dýrka þetta. Sem eiga riffla og eitthvað. Já. Er þetta svona Suðuríkja? Ég segi ekki, þurfu ekki að endilega riffla. Nei, þetta er bara svona tónlist sem að þér finnst töff ef þú ert svona pínu reiður úlingur. Það er alltaf einhver gítar sem er svona Já, og hann svona eru öll lögin að Yelawolf. Sko, ert þú
hlustaði þú eitthvað á hvað heitir hann aftur hann er svo pirrandi maður gaurið með linsurnar sem er líka alltaf eitthvað nei, sjáðu það Riffraff Hobson, ég ætla að tippa þeir eru Hobson góðir, þú ert Hobson maður ok, við tökum þetta, ég til ég hvað heldur þú, Guði, heldur ég fylgja Hobson ekki? Ég þóli ekki Hobson hann er aðeins of sniður fyrir minn smekk já, ok ég þóli ekki svona mér er svo glataði eitthvað svona, hann er að rappa eitthvað ríkir rappar eru glataðir og bara svona ég fíla underground og maður er bara svona þú veit hata í svoleiðis rappar, þú veit fucking já, maður er bara svona, þú ert samt að reyna að vera mainstream með því að vera anti-mainstream og djöldur svalur en ég fekk pínu virðingu fyrir daginn, hann er byrjað að gefa út skate-vídeó hann er góður á bretti ég fílaði það veistu hvað fór líka töðunar á mér eins og eitt gauður sem er ógeðslega góður rappari en er óþolandi hver? fucking Macklemore þegar hann var að gefa út eitthvað svona lag sem var eitthvað svona og þetta er allt þetta er svona slam poetry og þetta er eitthvað svona og eitthvað svona we're rowing on a boat through the street and that's why we never survive sko Macklemore er mér finnst vandalumáli með Hobson er svo fucking corny hann er bara svo corny en hann er ekki að reyna að vera corny en ég er svona ég fyrir ekki Macklemore eða að vera svona corny af því að hann er bara að vera corny ég ætla fyrir ekki honum alveg en ég hata hann ekki ég líka sko af því að ég hata slam poetry ég hata slam poetry slam poetry bara töframenn slam poetry finn ég hann slam poetry er vest nei sko og solo og gítar hvað segirðu? Solo og gítar? Já, allt og langt nei, mér finnst solo og gítar vera smá eins og slam poetry ég er að segja það það er alveg hægt að það sé vel gera það vel sko nú hefur þú verið með slam poetry hef ég verið með? já, í við list hvað var þetta aftur? Þetta var partur af stekkinunum minni það var ég með já, píndu til að gera þetta já, píndu til að gera þetta þetta var eitt af allra óþægilegasta sem ég gert á æfinni ég ætla að segja frá, þetta var viðbjóðslega fyndið ég var líka mála leið mér segja Jópi og Króli voru bara að eiga plötur nummið 2 og bara gefa út þarna 2 koddar eða eitthvað hvað það heitir 2 koddar ég er ekki eins og að vera fyndin herri og þeir er alltaf búin að vera með sjúkan hita skilur bara mættum B.O.B.A. og allt dæmið og það er sem sagt þeir eru að frumsýna vídeo og Jói P. er að sýna listaverk sem hann hefur málað á sama tíma í kjallaranum að Keks. Hvað heitir það aftur? Hét þarna Salurinn. Græni hatturinn? Nei, Græni hatturinn á Akureyri. Bara gamla Níló. Gamla Níló, algjörlega. Herðu, ég er búin að tala við Króla og ég er bara, herðu, við erum að stekja hérna, við erum að fá hérna við ætlum að fá hann til að flytja gamalt lag eftir bróði Svartúls sem er hann goth hljómsveitin sem hann var í og vera með pípahatt og gera eitthvað svona gjörning úr í og herri, síðan mætum við allir niður og við erum eitthvað hlæja síðan byrjar Arnar að flytja lagið Rólan sveiflastæðin þegar fyrsta vers er hálnað þá bara sjá allir strax eftir þessu við erum bara fuck. Ég tók ekki all lagi, sko, ég tók bara 1 vers. Tókst bara 1 vers? Já. Ok, bara eftir 2 orð. Ég las kannski rétt í aðstæða því þetta er komið gott. Þetta var svo, það sem maður gerist er að fólk hlægir ekki heldur að Arnar sé að meina þetta og byrja svona Er ég að skilda rétt? Þið planið þetta og er fólk sem að veit ekkert af þessar stekkjun þetta er bara við erum að bara fyrir framan ykkur við erum bara að krassa frekar alvarlegan viðburð hjá Jópi og Króla þú veist, með einhverjum svona stælum og þeir búinir að vera að sína svona bara mega artistic vídeo og Jói með eitthvað svona bla þannig að það halda allir að Arnar sé búinn að gjörsamlega grilla á sér heilan og við vorum enda búin að drekka í svona 13 tíma þegar að þessu kemur þannig að við vorum svo sannlega búin að grilla heilan aðeins en maður fann samt alveg sko þetta var, já Tekstu svona
veistu hvað að tala Já, en fram að þessu þá var ég búin að gera eitthvað hitt og þetta sem var svona out of my comfort zone að þegar ég var beðin þetta þá minni mig að, þú veist, ég bara, já, ok, bara let's get this over with. Við fórum ekkert svo illa með. Nei, alls ekki, sko, en bara þegar ég var búin að vera með einhver svona stjórnun þar sem að alveg rétt, það var eitthvað verið að tala við mig í gegnum einhvern svona Það fyndið. Já, það var mjög fyndið, sko, ég var eitthvað ángra túrista en svo var það einhver ítali drullu pirraður við mig. Var það fyndið. Já, og þá misti ég húmor fyrir þessu. Það er svo leiðilegt að finna að þú sért að vera leiðilegur. Veistu hvað ógeðslega leiðilegt? Einu leiðilega við að stekja Arnar og maður láta hann gera það er að Arnar er svona gaur sem bara nei, ég þarf ekki að gera það, ég fullorðinn, ég bara stoppa þegar ég fer ekki lengra og maður það bara mjög töff, sko. Já, mér finnst það, já, þetta er töff en það er ógeðslega leiðilegt fyrir alla hina. Já, en mér okkar aðeins að spyrja ykkur út í stekkjanir og það ég hef aldrei stekkjað neitt, ég hef ekki verið stekkjaður. Er þetta einhver svona fullorðins busun? Já, þú veist, það getur verið þannig en sko ég held að af því að ég er einn af þarna þú veist, af vinum mínum svona nánustu, þá það eru ekki margir giftir, ég frekar framalega í röðinni, þannig ég held líka að menn séu bara eitthvað svona það ekki bara vera næs við hans og þegar ég gifti mig kannski eitt dag, þá eru menn ekkert að rifja upp það sem að sko, þetta er harsett að slam poetry dæmi, ég hef bara verið fuck all this maður sem frekar bara skilja. En það er samt, sko, mér finnst í svona stekkjunum fyndið að taka element úr lífi einhvers og ígjaðu upp og gera fyndið. Þetta er alltaf, við skulum hafa hreinu, þetta er ógeðslega fyndið á sérstu. Já, mér finnst þetta líka þessi sko, þetta sem varst að segja, bara svo gott. Já, því mér finnst það fyndið, en einhvern tíma vorum við í stekkjun og þá var bara vinur okkar, sem að segja, þú veist, það þarf ekki að nefna neina nöfnina, en dagurinn einhvern veginn, þú voru svona 2 vinahópar að koma við, einhvern veginn svona listavinnir og svo svona æskuvinnir og þeir voru bara í pyntingum, bara dagurinn byrjaði og hann fór bara í eitthvað nudd og hann bara svona sem í barinn til óbóti í morgusára, ég man að það var ekkert í mér sem var alveg eitthvað þetta er fyndið, þetta er sniðið, það var alltaf tíman þetta fór ekki sökka. Ég og Arnar Freyr stoppuðum það af og við Arnar Freyr við stoppuðum það af í svona Facebook-chati þar sem að voru æskuvinninir sem voru bara og þá var svo planað skjótum að byrja að verra, hann fer sérst í nudd þar sem hann eiginlega bara pyntaður. Eru þá að tala bara, nuddarinn er bara eitthvað svona nuddan get harkala? Sjúkara þjálfari sem er bara eitthvað klípan ógeðslega fast og líka hvað það maður, vera eitthvað beðir að meiða einhvern gauðsögur aldrei hitt, þú bara gerir það. Síðan ætluðu þeir að setja hitakrem í rassina á hann. Ekki inni, en þú veist, milli raskina, af því þá er það svo ógeðslega óþægilegt og þá vorum við Arnar bara, herru, þetta er vinur okkar, við erum ekki að fara að setja hitakrem í rassina á vinur okkar, við bara... Það er ekki ekkert fyndið? Nei, það er ekki fyndið, það er ekki úthugsaður húmor á neitt nátt, það er bara stupid as fucking drasl, skilurðu, og hvað var að fara að gera, hvað niðurlæðan og meiðan og hvað síðan? Pintan, af því hann bauð okkur í brúðköpi sitt. Já, þetta er svo, mér finnst svo absúrt að horfa á þessum átsættur, þegar ég bara á ég að leina því ég sé að fara að gifta mig, þannig ég þurfi ekki að fara í eitthvað fucking fallegu stökk eða tegjustökk eða búningnir í bæ. Langum mér að segja þú taldi samt upp, ég hefði sko dyrkað að við höfum farið fallegu stökk og tegjustökk. Ég er bara á mínu forsund, ég er ekkert hei, ég finna að drekka bjössa maður og hoppa á því flugvél. Skilur, mér finnst þetta ekki það gaman, skilur. Nei, en það er eitt, sko, maður sér oft stekkjanir í bæ og allir í búningum. Nei, einn í búningum. Það er alltaf einn í búningum og hinn er svona labbað eftir. Það er ekkert ófinnara en svona gaur með víkingahatt og gervibrjóst framan á sér að reyna að kissa fólki á Laugaveginum. Ekki í Boratskílu. Já, hann væri í Boratskílu og viking. En sko þetta er bara eitthvað, þú veist að þegar ég var stekkjaður, en við vorum svona, við heldum hópin, við vorum alveg að ferðast myndi staðin, við vorum alltaf útaf fyrir okkur, við fórum í eitthvað íþróttahús og eitthvað, þá vorum við bara með sérstakann sal fyrir okkur. Við vorum ekkert ofan í öðru fólki, við vorum ekki að lætin í okkur í einhverju massa dagdrykju, voru ekki að trubla neitt annan. En í þínu tilfelli, voru það þá nema náttúrulega þegar við fórum, ég fór að flytja þetta slam poetry og í einhverju stjórnun að angra túrista. En þá varstu líka samt ennþá bókstaflega einn. Þannig að þú veist, þú varst í raun og veru bara weird as fuck. En ég, sko, svona, það sem ég er að tala um að taka element úr lífi einhvers og ígjað upp og gera skemmtileg. Það er, eins og í stekkjunni hans og við vorum 3 eða eitthvað sem að skipulegum stekkjunina en fáum síðan punkta frá strákunum og Arnar hefur alltaf verið dýrkað að spila körfubolta
og þá förum við bara, förum að spila körfubolta hérna í einhverju íþróttahúsi. Mér finnst það ekki, Já, en tjekka, síðan gerum við, síðan heldur hann bara það sé að gerast, síðan eftir smástund, þá byrjar bara lag, Steindi June labbar inn og síðan mæti bara besti körfuboltagaur á landinu, Jón Arnór, og bara 101 við Arnar. Og hann alltaf bustar hann. Ég vil svo taka fram, ég var með brjósklós á þessum tíma. Ég hefði... Varst það drefist í bakinu á þessum tíma? Ég fór viku eftir þetta í aðgerð. En ég setti samt 1 stig. Já, þetta var 10-1, sko. Ég fórst í aðgerð fyrir brjósklós eftir þetta. Já. En þetta, mér veist stekkinn hans hljóma mjög skemmtilega fyrir utan þetta slam poetry sem er alltaf bara En við líka, við höfðum að allir, sko, því við föttum bara jokes on us, við þurftum að hlusta á þetta. En var þetta, Róland sveiflast enn. En sagður þetta svona, þú veist, varstu svona Róland sveiflast enn? Já, ég flutti þetta eins og slam poetry. Ég hefði alveg getað bara eitthvað að rappa versu og verið fljótur að þessu, en ég ákvað að setja svona sál í þetta, því að það var það sem þið sögðum mér að gera. Já, það er respektið, skilur, því þarna hefði Arnar getað sagt bara, nei. Þú veist, en málið það líka alveg gaman. Hún lætur hann hljóma þess að segja eitthvað svona, var eitthvað fílubúki, var hann ekki bara að segja nei við eitthvað svona, þú veist, drekka drullumall? Þú veist, það sem ég er að segja er að það er gaman. Veist, ég ætla að viðurkenna það, skilur, ég er bara spenntur fyrir því að láta stekkja mig. En segðu okkur aðeins frá því, værirðu til í þú er í búning? Þetta er náttúrulega bara, sko, með það sem hann er að segja, þetta er bara beinasta leið í borðskíluna. Nei, þá erum við komni strax aftur í það sem við hötum. Við hötum það. Já, en ég er bara að spyrja okkur, þú svona leynilega elskar það samt, skilur við. Ert að sá fræjum núna? Tjóð ári pirrandi verið að setja í borðskílu. Það er glatað. Ég held í hérna, sko, nei, what the fuck, ég alveg tala, bóratskilur, ég alveg tala, hvað, eigum að drepa, Binni Löfi, þú ert að hlusta á þetta fucking dæmi, akkur varst í fucking bóratskilin daginn, ég alveg tala, myndin kom út fyrir fucking 18 árum eða ekki Borat 2 samt. Já, hann var ekki í bóratskilu þá. Nei, got me there. Já. Hann var einhver nýjudóti. En hvað, akkur var Binni í bóratskilu? Fór í podcast þess að tala Borat 2 og var þá í bóratskilin undir og fór úr fötunum að revílaði bóratskilin. Já. Mér finnst að allir sem fara í bóratskílu í dag ættu að vera handteknir og settir inn á nýðingadeildina. Bara litlar hraunni. Ég sko, ef þú ert í bóratskílu og ert ekki að fara út á meðal fólk sem vera eitthvað svona sjáðu mig! En þú veist, ef þú ert bara eitthvað heimaður að þið veist að hot maður bara alla leið. Já, pínu hot. Já, pínu hot. Já, ok, fair enough. Ég er bara pyrrað, þess vegna ég pyrrar út í bóratskílu að vera að gera grína einhverju sem að mér persónulega finnst bara fucking hot. En er ekki, það er eitthvað fettisheimað hérna mig. Þetta er hérna, þegar á stekkja og gæsahópar eru, sko, á blindafyllir í miðjan dag. Fólk verður þá átt að segja á því að það, segjum að við varum núna bara, blindfyllir er bæði eitthvað að stekja. Síðan kemur hópur af fólki, þá á að vera regla á stekjahópnum að breytast í bara kind sir, yes sir, thank you. Já, það er alveg hægt að vera kurteis og pissfullur. Ég er aldrei kurteisari og almennilegri en þegar ég er bara í blackouti. Þetta er svo þið hafi heyrt ég veit það ekki. Þið hafi heyrt setninguna á eftir bolta kemur barn og þið hafi heyrt á eftir bóratskílu kemur blindfullur hópur af einhverjum nasty as fucking gaurum. Já, ég hef heyrt þetta. Alltaf að bolta með badda með hana. Já, ekki síðan þetta. Nei, maður, þetta er gaman. En, þú veist, note to þeirra sem er að stekja. Ekki tilefnislaust rekja vin ykkar, eða svona ógeðis meiða. Þar eiginlega dreigi leinina. Ekki meiða. Já. Þú mátt alveg meiða sálina á þeirra með því að þú veist, einmitt láta á flytja slam poetry og eitthvað, en líkamlegar meiðingar, þú veist, er ekki líka eitthvað, hefur það ekki alveg 100% gerst að það er eitthvað, vera að stekja út gaur og tölum við Gunnar Nelson og Gunni bara eitthvað fótbrýtur. Nei, það var Áttu Játni, það er bara nákvæmlega þetta sem gerðist. Var það ekki með þess að hann kærður? Kærði hann ekki Átna? Hann kærði náttúrulega Jú, hann vann ekki Átni málið. Kærði Gimmið. Vann Gimmið málið? Ég man ekki hvernig fór, en ég finnst það náttúrulega ef þið lítið ekki skrifa neitt undir fyrir þetta
Og ég veit ekki hvort þetta sé flökkusaga sem ég að segja eða hvort þetta sé alveg saga. Ég vona þetta sé flökkusaga. Hvað áttu línan í Nökkufjallar? Þetta saman? Er þetta texti eftir þig? Eða Nökkufjallar? Geðið lag. Þetta er geggjalag. Veit ekki eins og alveg hvað ég var að meina? Ég fatt alveg hvað það tala maður. Ég held að þú sért að gefa þetta kynna Nökkufjallar sé ekki með bars. Það ekki? Ég held að Nökkufjallar bara ég get sagt með fullri virðingu fyrir Nökkufjallar, hann má alveg reyna afsanna að koma í þáttinn og eitthvað, ég held að hann sé ekki með bars. Ég held þessi rétt, já. Er Nökkufjallar í dag ekki bara eitthvað bara konstant í kaldri sturtu eitthvað svona motivation? Jó, ég sá að er hann ekki lengur að umbast fyrir alla snapparana? Náttúrulega hann er hann er í samkeppni við ykkur, hann er bara samanfyllt á podcastum og eitthvað svona, sko. Ef ég veit rétt. Hvað erum við að gera hér? Akkur erum við ekki á Nökkva? Og þá er Nökkvi hérna. Andlistus Nökkvi. Já, hann er ekki með hennar bar. Andlistus Nökkvi. Já, og hann er ekki með bars, ég veit að þú ert með bars. Já, ég gerði að laga það er svona, það er eiginlega... Ef ég sagði eitthvað frá þegar ég hitti Nökkufjallar fyrst? Já, þú sagði það með þessi í podcastunum, en málið ég var að vera klikkar, ég er að reyna að finna klippuna, þar sem að hann segir eitthvað svona, þegar Arnar kemur, ég heiti Nökkufjallar, mundu nafnið. Mér finnst það ennþá svo fundur. Ég er búin að segja þessu. Ég myndi ekki eftir henni, þetta er... En þú komst með þetta... En fyrir það sem að byrja... Kannski er eitthvað sem var bara að byrja að hlusta á seríuna bara í þessum þætti. Já. En ef við þá bara alltaf var að segja allar... Sögurnar aftur. Nei, ég var að sleppa því. Má ég spyrja ykkur að einu sem ég er búin að hugsa ógeðslega mikið helgina? En ef við munum ekki, þá muna þau kannski ekki. Við skal tala Riddararnir. Ég myndi taka þessu gildu ef að maður myndi muna eitthvað sem er búin að koma fram í gömla þáttunum. Já. Maður man ekki neitt. Nei, sko, ég meina, þú varst án að tala um þetta með Colgate og ég sverða fyrir svona 10 þáttum, þá voru þið að segja mér það í fyrsta skipti. Þannig að... Við sko eina sem ég man, það eru svona síðustu 2 þættir, af því það voru gestir, og síðan man ég bara eftir, gúmirasunum, og síðan man ég alltaf í endanum þættinum, ég gleym alltaf að segja ykkur frá kaffabíflum. Já. Ég sagði þér að daginn þegar ég hringdi í þig. Fólk er byrjað að halda að þetta sé eitthvað myth, sko. Já, ég hringdi í Arnar og sagði, ég held að við ættum að geyma það, skilurðu, og gera aðeins meira úr því. Það gera bara þátt sem heitir... Já, kannski þáttur nummer 100. Hvað þáttur núna? 37? Já, það er eitthvað hannig. Nei, mér ákveði að spyrja ykkur út í ég var að horfa á UFC með félögum minnum helgina og það keypti eitthvað nammi og snakka og eitthvað svona og það við varum eitthvað að tala um daginn og einn félag minn keypti póka af brjóssykum svona brjóssykum sem ekki Jú. Ég er bara reiður. Já, þú veist, hann sagði mig Hvernig brjóssykur? Viltu brjóssyk? Þetta er svona froska brjóssykur svona svartur og grænn. Já. Og ég var í smástund súr inn í. Hann er svona pínu súr inn í en málið ég er bara svona sko, ég veit það ekki. Þetta er alveg, mér finnst þetta að vera alveg svona, þú veist, mér finnst ég að fara að taka þátt í ykkur. Þú veist, ég verði með hennar brjóssyk í 40 mínútur eða eitthvað. 40 mínútur? Halló, breyðja. Já, what the fuck? En þú veist, maður á ekkert bara eitthvað, þetta er ekki súkkulaðibiti, þú átt að sjú þetta. Það er engar leiðbenningar með Dracula. Það er vandamáli meðal annars. Eru leiðbenningar á einhverju nammi sem þú borðar? Nei, ég fatt alveg þegar ég sitt gúmi upp mig, ég er bara svona, já, ég fatt alveg hvað ég á að gera. En mér brjóssyk... Veist ekki hvað þið gera? Nei, ég veit alveg hvað ég ger, ég er ekki að tala um það. Mér finnst þetta full... Býtu... Nei, fyrir ekki. Ok, og ég segja nákvæmlega hvað Sagði þú við hann, nei, klára þú. Já, við gauta. Já, og ég segja nákvæmlega hvernig maður borður brjóssyk. Og þetta er ekki, don't at me on this, og það er bara ein leið. Þú setur brjóssykun uppi, svona aðeins að veltur hann og bleitir hann. Og brýtur síðan bara? Nei, býtu. Ok. Og setur brjóssykin uppi, veltur hann, gerir svona hljóð og heyrir svona. Það er skemmtilegasti parturinn við þetta. Herri, síðan byrjar að sjúa hann og þú sígur hann alveg þangur til að sterka, kemur gat og þá sígur úr honum síðan safnar munnvatni í munnin og gerir svona nota munnvatnið og svo eru 40 mínútur liðnar. Nei, býttu, nota munnvatnið til að hreinsa úr göngunum veitir hvað það tala um? Já, ég hef borðað brjóssyk. Já, bryður hann
strax eftir það. Já, en þú sígur hann ekki niður, af því ef þú sígur hann alveg niður, þá býrðu óvart til rakvélablað úr brjósögnum. Ég var alveg skórið tungun á með. Já, ógeðslega vont. En leiktu núna fyrir mig hvernig þú borðar gúmmí. Þú setur upp í, og þú ert búinn, getur fara að gera eitthvað annað. Maður sjá, þetta kunni að gera það. Og bara svona, þetta var gott, ég ætla að fá mér líka svona. Tekur kannski 2 í einu saman tíma eða eitthvað. En með brjósik, þá spurði félag minn, viltu brjósik? Og mér langar í brjósik ákveðt núna. Ég veit samt ekki alveg hver hugur minn eftir 10 mínútur og ég nenni ekki hendunum. Þannig ég beilaði. Ég held að þetta ferli sem við vorum að tala tekur svona 1 mínútu. Hefur þú bara brjósik, Arnar, eitthvað nýlega? Nei, ekki nýlega. Nei, af hverju ekki? Það tekur allt og fokkið langt tíma. Mér finnst brjóstsökur ekki vera spennandi nami. En af hverju er ekki spennandi? Er það ekki bara að það tekur allt og langa tíma? Nei, það er bara... Ég veit ekki, ég er hefinn að sleikjum. Kannski það er bara priki. Það er prikið, sko. Þetta er best í sleikjum og glindu prikinu. Mér finnst tyggjó líka leiðileg, sko. Mér finnst leiðilegt þegar hlutir fyrir utan. Tyggjó á ekki að vera... Tyggjó er ekki for fun. For fun. For fun. En sko líka, við töluðum nammi daginn og það einhvern veginn kom í ljós að ég borða lítið nammi og allt það. Já, sem að veist, ég var að borða lakkrísreima rétt á hann kom. Herðu, núna er ég núna er ég í Sober January. Hvernig gengur bæði? Bara, ég er ekki búin að hafa mér neitt að drekka. Þú veist, hvernig gengur andlega? Bara andlega náttúrulega fáránlega vel. Nei, þú veist, hvernig gengur... Það er svo geggjað fyrir andlegu hliðina að drekka ekki. Hvernig gengur, það sem ég er að segja er, hvernig gengur, langaði í bjór? Ertu múin að... Nei, mér líka, ég líka... Þú nefndi til dæmis ekki að koma að hitta okkur daginn. Þú sagðir, ég er sóbur og leiðilegur, það er nóg að segja eitt svo leiðis. Já, ég þurfti líka að mæta, vakna snemma og eitthvað. En síðan er ég búin að vera að fara nokkru sinnum út og ég er bara sóbur. Og það er bara allt í fína. Ertu alveg að fíla það? Já. Þú veist það, ég er bara að hitta vini mína og vini mín eru alveg skemmtilegir þó ég drekka ekki. Mér finnst það næs. Og þeir séu að drekka líka? Já, sko, ég er alltaf í fyrsta legi... Sorry, bara af því að þú veist, þegar ég fer á bar núna með kannski vini mínum og þeir eru að drekka bjór, eina er bara að manni vantar eitthvað að gera og þá endaði ég bara á því, þú veist, að drekka 1,5 lítra af vatni. Farðu þeir ekki pilsnir? Hann er með áfengi. Ég myndi fá mig 0,0% bjór. Ég er bókstaflega að drekka ekki, en ég drekka alveg pilsnira með 0,1 sko. Það bara hefur ekki þau áhrifum og ég er líka sko, ef að ég væri ég myndi ekki fara bara að borga 700 kall fyrir pilsner sko. Hann kostar ekki svo mikið. Ég myndi ekki borga meir en 200 kall fyrir pilsner. Þá þarfstu að fara í tímavél aftur í tíman þegar hann kostar bara 250. Nei, þú var í bónus og kett pilsner 89 krónur eða eitthvað. Herru, allavega það sem ég vil segja er með hvað með, af hverju er í lagi, ég er búin að spyrja um þessari spurningu líka sjálfur, af hverju finnst mann í fucking lagi að borga 800 kall? Og það er þú ert að fá eiturefni sem er dýra 800 kall fyrir hvað? Fyrir bara að drekka bjór. Það er alveg söm bjór. Já, en það gerir það enginn þegjandi nema hann er í sandasælu. Ok, 1400 kall, það er enginn bjór undir 1400 kall. Sko, í dag? Nei. Jú. Er ekki bjór í kringu þú getur alveg fundið barið það sem að, þú veist, lagerinn er á, ég menna, á Monaco. Ég veit það ekki, en þú veist, á Kexinu er held ég húsbjórinn 800 kall. Ok, 800 kall. Það er ekki vaninn lengur. Það er ekki vaninn og ekki, Nei, þú veist, þú er bara að leita upp í rétti stöðuna. Don't at me on this. Sko, ef ég... Skil ekki konceptið. En sko, svo er náttúrulega líka, það er listin að bara fara það sem að happy hour er langt frá. Það var til dæmis rosa fínt að fara á stofuna í COVID. Þú veist, það lokaði snemma á happy hour til 9. Já, en þú ert að borga fyrir, en síðan þú ert búin að losa eiturefnið í burtu. Og eins og í mínum tilfelli, ég var bara háður í að drekka. Og í dag er ég ekki háður í að drekka. Og ég fer út og ég kaup mér 1 og 1 pilsner eða bara gos eða eitthvað og ég kannski, reikningur minn fyrir kvöldið ef ég bara drekka, er kannski að enda í 2.000 skalli, 2.500. Ekki 20 skalli eins og hinnum. Já, bara 20 skall pluss. En maður spyrja, með pilsnerinn, finnst þú ekki að leika þar á eldinum? Nei, ekki fyrir... En fattar þið konceptið, skilur? Er ekki oft verið að tala um þetta? Jú, en menn eru mismiklu fíklar og menn díla mismundu hluti. Ef ég væri bara að drekka pilsner til að leika eftir því að drekka bjór, mér finnst bara næs að södra á eins og svona krombakkar heita þér, mér finnst, ég fer ekki að kaupa mér pilsner í dós, svona
hálfan lítur og sautur á honum úr dósinni heima eins og ég myndi gera með bjór, skilur Hvað gerir það? Þú veist, ég kaupi svona Kronbach eða þetta glerflösku, ég held að sé bara 0,0 og það bara ógeðslega gott bragð af þessu og það stemming í þessu, skilur En ég bara verið vikinn, ég hef aldrei smakka pilsnir, ég náttúrulega fíla ekki bjór En þetta ekki eins og svipað á bragðið og bjór, eða? Jú, þeir eru líka orðin góður í þessu Áður fyrir svona íslenski pilsnerinn sem var bara svona malt ekstra og pilsnerinn hann sko bragðast bara eins og vatnaði bjór og var þar leiðandi bara vondur En ég skal segja eitthvað til dæmis helgina veistu hvað, svona 3 helgum eftir ég hætti að drekka þá fór ég til Kaupmannahafnar að horfa á Gunnar Nelson fæta og sem var löngu búin að plana og ég fór með strákunum út og þeir voru allir að hamra í sig, skilur og mér langaði svo að drekka Þannig að þú eitthvað Já, ég var að reyna eitthvað ég bara, já, þá var ég nýbúin að lenda í ykkur áfalli og ég drakk ég drakk svona 10 stóra pilsnera kvöldið. Þá var ég að leika mér eldinum, skilurðu? Já, ég skil. Af því þá var ég bara pjúra, þá var ég bara, það var bara svo að vera með nikotin tyggjó eða eitthvað, ég var bara að leika eftir ég að drekka af því að mér fannst svo óþægilt að vera ekki að drekka. En ég á pilsner, ég er búin að eiga pilsner heima í ískapnum í 4 vikur eða eitthvað, ég bara, mér langar ekki í. Ég fór í mat í Gauta daginn og hann gaf mig geggjaðan pilsner. Já. Varst þú bara, yes? Já, Ég var bara trúnó. Er þetta eitthvað svona, þú veist, hvað sem var lostæti? Veistu hvað ég saknaði þess við að drekka, svona moment sem ég saknaði þess að drekka, það er tvenn. Ég saknaði þess stundum að fokka mér upp, sko, en síðan saknaði þess, Trúnó. Já, Trúnó er best. Trúnó getur verið brilljant, dæmi. Það getur verið svo fallegt, maður. Já, bara 2 mjúki menn, skilur Já, allt eitthvað, ég elskaði maður ég elskaði líka, og svo heitti þetta eftir bara eitthvað Hatar hann Skrítið Búin að vera það er svo guður, þetta er ekki lifin sem ég var að taka að menn taka alltaf þetta er ekki þessi epila en ég elska það Ég fucking elska þig. Ég elska það svo fucking mikið. En hvað epilan er að hjálpa þeim að segja það, sko? Þeir elska það líka þeir eru edru og lokaðir. Ég vil bara segja það núna. bara meðan ég er á epilinu og vil ég bara segja það. Ég mun ekki segja það á morgun. Hurðin er opinn núna. Ég verð að segja það. Ég fucking elska þig. Ég elska þig. En það sem ég ætlaði að segja ástæðan fyrir ég ætlaði ekkert að eitthvað fara að tala um áfengi með að hætta að drekka, er að ég byrja að borða svo mikið nammi. Já, við vorum þar. Vá, hvað við vorum langt út úr umræðina. Það er bara að borða mikið nammi. Núna er ég bara allt í einu að borða mikið nammi. Og leið mér ekki engin brjóðsigur. Engin brjóðsigur, svolítið af ís og súkkulaði. Já, það er líka ís. Hvað ís? Ís er það besta sem er til. Herru, í gær borðaði ég hálfan líter af þið vitið þarna, ég veit ekki hvort það sé nýtt og ég sé að segja einhverja fréttir, en þið vitið þarna toppur ísinn. Netutoppur, nákvæmlega. Lúxustoppur. Herru, það er komin ís sem er toppur. Þú veist, ég held ég bara í boxi. Ég held ég oftar en einu sem lesi á Twitter eitthvað, halló, hvað með toppísinn nema bara toppurinn, af því hann er alltaf fullur einhvern hnetum og súkkulaði og einhverju dóti. Ég skil ekki. Ég veist, hann er tala um að dæmi sem er alltaf í formi og það er komið í dottunar. Nú er bara svona rjómaís með fullt af súkkulaðikurli og einhverju keksi og svo þar ofan á þykkt lag bara af hnetum og þetta er einhver svona sigurhúðan hnetur og súkkulaði. Þetta er ekki næs? Þetta var sko bara gugu gaga. Varstu að horfa á eitthvað eða varstu bara innbyttaðir það? Ég var að horfa á þætti sem heita Terror, svona eitthvað spúkið þætti sem ég er að missa trún á. Netflix? Nei, og þessu B-Flix stótið hana. B-Flix? Já, ég hana... Plexflex eða eitthvað. Ég hana, hvað segirðu? Plexflex. Með þetta heitir B-Flix. Já. Bara B-Flix. Það B-myndir. Þetta er bara streymi síða á netinu, þar sem að allt er frítt og aðgengilegt. Frítt? Já, þú veist, þú er bara að streyma. Er það opnandi í gernum Tor eða er það opnandi í gernum vennilega browser? Bara vennilega. Það hljómar náttúrulega ekki eins og það sé í alvörunni frítt. Þetta er það. Þetta er bara... Já, þú veist, þetta er frítt, en Arnar er ekki borgað fyrir þetta. Ég held að þetta sé pottþétt síða sem að er örugglega reglulega flakka á milli, þú veist, þarna... Þetta er bara svo megavídeó í gamla daga eitthvað. Megavídeó? Muni ekki þetta? Já, það nefndi mig.
talandi svona sjónvarpsþætti, horfðu þið eitt svona Law and Order í gamla daga? Já, dun dun. Mér langaði bara að minnast eitt, því ég horfði á Law and Order 7, Special Victims Unit, og sett á heima á mér, og allir þættinni byrja mér að minna á því að það finna eitthvað lík. Það bara sami struktúr á öllum þáttunum. Já, en býða þess, því að allir þættir byrjaði að finna eitthvað lík. Núna eru komnar, 70 seríur. Eru 70 seríur? Það er Law and Order Criminal Intent, það er Special Victims Unit, það er Law and Order, allt þetta dæmi. Og ég sá, í þessu þætti, þá byrjaði að fylgjast með, það er pabbi og stelpa á línuskautum í Central Park eða eitthvað. Og pabbin er svona, wow, ég er að missa stjórn, og dettur inn í runna, og svo kemur stelpan, pabbi, og hjálpar hann upp úr runnanum, og hann eitthvað, wow, djöld datt hérna að runna, og stelpan hérna, já, pabbi, það er blóð framinni, mittur þig? Þetta er ekki mitt blóð, og það er lík þar, og ég var bara svona, oh my god, er þið búin að finna alla leiði til þess að finna lík? Ég ætlaði bara að spyrja ykkur, hafið hort á þess að þætti nýlega, og hafið pælt í því að þeir eru búin að gera örugglega svona 700 þætti, þar sem einhver finnur lík, og svo rannsaka þeirra, og svo fer hann fyrir dóms. Ég veit ekki einu svona hvar ég ætti að horfa á Law and Order eitthvað nýlega. Bara BFlix. Ég þarf bara að leita þetta uppi. Þú horfir ekki á þetta því þú leitaðir þetta uppi. Þú horfir á þetta bara því að þetta var það eina sem var í boði í sjónvarpinu. Já, í gamla dag. En þetta segja mér að það sé ennþá verið að gera Law and Order þetta? Ég held það, já. Þegar fyrir mér er þetta hljómar þetta var bara á, það voru 50 dagar og síðan voru hann að set miðvikudagar eitthvað og þá var Law and Order. Já, sko, Law and Order Special Victims Unit er komið í 22 seríur. Það er bara einn ángist. Er Ice-T í því? Já. Hann er ennþá að leiki í? Já. Please. Er hann í alvörni? Já, far as I know. Ég mæli líka með að ef fólk er á Twitter að follow Ice-T á Twitter, hann er bara að segja fólki að shut up. Er það? Já. Er hann harður það? Hann er grjótharður. Ég er svo lélegur á öllu. Hann er bara you a fool, man. Shut up. Jú, ég meina, það er að koma sería bara í nóvember. Law and Order Special Victims. Þetta er bara gaman. Ég fekk heilablóðfall í beinni. Þú ert þannig Special Victims Unit? Nei, þú tala um CSI. Ég ætla að fara að searcha bara Twitter hans og ég skrifa bara Twitter og vissu það að Twitter er með Twitter síðu? Nei. Það hann sendar út svona tilkynningar og eitthvað? Já, það eru með 58,9 miljón followers. Maður hefði haldið að allir væru, það væri eitthvað svona, allir myndu bara vera að followa Twitter. Það er svona Tom hjá MySpace. Voru allir að followa Tom? Muni ekki eftir Tom á MySpace? Jú, en þurfti maður ekki samt að hafa fyrir að followa hann? Var maður vinur hans sjálfkrafa? Já, eða það ekki, voru ekki allir á MySpace vinur hans? Vinur Tom? Já. Legendir í mynd á honum, alltaf, getur þú flettinu? Já, Tom MySpace. Það sem hann er svona? Já. Já, ég var að follow hann á Instagram alveg heil lengi, kannski ennþá, hann er bara... Var hann ekki eitthvað bara að ferðast? Jú, bara að ferðast, bara eitthvað ógeðslega ríkur að ferðast. Mér minnir nefnilega að ég hafi einhvern tímann dottið inn í það svartnætti að fara eitthvað að skoða hvað Tom... Veistu hvað er óþægilegt að sjá aðra myndir á honum, heldur en bara þessa mynd? Já, er þetta bara Tom? Er þessi gæði þykst vera Tom? Þetta er Tom. Nei, þetta er bara eitthvað svona... Er þetta Tom í alveg? Þú veit þetta góð mynd á hann sem þannig að MySpace Tom myndin. MySpace, skrólaðisnir, sjáum meira. Hanna, Tom. Þessi Tom er bara, hann er myndarmenni. Já, þetta er flott strákur, sko. Þetta er ekki, síðan keypti hann alltaf Justin Timberlake MySpace. Var ekki Justin Timberlake? Jú, er eitthvað að frétta af MySpace? Nei, ekki neitt. Ég get ímyndað mig bara að það hafi verið bara eitthvað Money hræðilega spennt. Þú veist, hvað er þetta? Keypti Keypti ekki Justin Timberlake? Jú, hann keypti þetta. Þú veist, en hvað er þetta núna? Er þetta bara fréttasíða? MySpace? Já. Er þetta MySpace? Já. I don't know. MySpace er mest sorglegt að gömlu MySpace síðan er ekki til lengur. At some point þá tapaðist allur gagnagrunnin. Já, ég man eftir, ég fór fyrir kannski svona 10 árum. Bara tölvuta brunnu eða eitthvað. Þetta var bara í alveg að gerist, sko. Já, þú veist, ég man ekki hvað langt síðan. Ég fór eitt svona á gamla MySpace mitt. Gerðu þetta ekkert? Já, er þetta að gera ennþá? Þú veist, hvernig myndi ekki fara inn á þitt? Bara með Wayback Machine? Ekki fara inn á þitt? Nei. Fara bara skástir gamsíkauti, bara eins og að skrifa, nei, gamla, góða, sko. Já, Makkauti? Já. Ég elska að þú þurftir að segja og væri MC í byrjun á nafnin, annars myndi fólk ekki fatta hvað það var að gera. Ég held að þú væri eitthvað annað.
prófa að searcha þetta í sikkur lagi, bara MySpace og sem Bill, Gauti þeir, what the fuck, maður sjá, what the fuck, maður Nú alveg bara, getur farið fótós Ég bara, hvað er að gera það? Þannig að þessum stendur fótós Já, þetta er lengst í burtu fyrir mig Ertu ekki með þetta á skjánum hjá þér líka? Herðu, guð minn almáttur, ertu að grínast? Þetta er bara þarna En séu hvað þetta er í hakki? Já, en viltu smetla inn á myndana? Gauti ætlar að segja okkur eitthvað aðeins frá þessu partí Motherfucker Sjá þennan motherfucker Sko, þú er að lýsa þig fyrir fólki hvað er að gerast Ég er með hatt Með fedora hatt Ég er með 2 krossa og Grá með tattoo og já, bara flott strákur skilur þannig að það væri bara nettur við setjum þessa mynd kannski bara inn á Instagram Grönnur sem þú vilt tjekka á prófaði líka, ég átti held ég maður sjá, þarna eitthvað check out me bling shoes góð mynd, flott mynd þetta er örgulega, mér eru liðið eins og þetta verið crowdsurf en í raun og veru er ég bara að detta ok, byrðum meira síðan hvenær er þetta Gauti? Líka elska þessi önnu mynd sem er eitthvað check out me bling Þetta er sæðilegt dót Oh my god, hvað er mann vel eftir með hennan hatt hana alltaf með hennan hatt Ég var að tala eins með hennan hatt Hvað tísku, af hverju stopp var enginn sem að elskaði mig Já, þú veist Þú settir aldrei út á hattinn Nei, ég skal vera alveg hreinskinn, ég gerði það ekki út af ég var pínur hræddur við þig Hvað tímabil er þetta sem þú veist með fedora hattinn? Af hverju varstu hræddur mig? Á þessum tímúti, nú komið það mörg ár síðan Ég get sagt þér bara okay. Sko, út af því að þú veist, þið er náttúrulega bara drullu sama þannig að ef ég myndi koma eitthvað hei, hvað er málið með hennar hatt? Þá myndi þú bara eitthvað, já ok, hvað er málið með skóna hennar? Hvað er málið með bólinn? Hvað er málið með fjössi? Hvað er það hljómar eins og Gauti? Já, ok Og þess að ég nefndi ekki komið á þessu tíma þannig ég ætlaði bara svona, ég hugsa ég býð 15 ára og drullu verið á þá þegar hann áttur að sjá aftur sig Svona líka þegar hann er búinn með sporin og eitthvað komin yfir þetta Ég held, strákar að ég held í fyrsta lagi að Arnar sem er bara með slétt andlit og engin augu já, engin augu ég held hann sé að bulla ég held að á þessum tímapunkti hafi enginn vita neitt neina tísku Málið er, þú náttúrulega varst basically bara Ali Boulala og Bamar Gera sem eitt guð saman og voru þeir með fedora hatta? Já og pípu hatta og bara einhverja hatta sko bara hatta og Ali Boulala, hann þetta er bara mynda af Gauta, tjekka á þessu er þetta ekki bara Gauti? Ná næst í aðeins og stór hattur þessi gauðir er með aðeins meira svægi þarna heldur en ég á þessum tíma en þetta er samt eins og sjá þetta lúk þetta er algjört bara fyndi hvað manni fannst þessi gauðir nettir þegar maður var yngri en í dag bara ímyndaði mér að sé ógeðslega vond lykt af þeim Já, það er ógeðslega mikið sem að þegar maður er eldri það sem maður átti að sjá bara allir þessi skeitgaurar ég man ekki alveg að það var eitthvað gæi í flip-tíminu sem ég heit gjössalega dyrkaði og núna, Jeff Rowley Já, Bretinn Já, núna er hann bara eitthvað svona bresku skeitar Já, þú veist, ég ætla ekki að dæma neitt en þú veist, hann er bara eitthvað svona ennþá að skeita þú veist, og mér finnst það geggjað Tony Hawk er að skeita, en það er aðeins öðrís hann er með mannsjón og fjölskyldu og er að gera töluleiki þú veist, og með hann að vera bara ennþá að skeita með eitthvað svona, með 16 ára flipgaurum og Heldur þessi gaur sér blankir í dag? Ég er Já, þú veist, kannski ekki blankir Ég er bara spá, þú veist, þegar að maður eins og það að vera stór, segjum hvað getur við tekið einhvern tónlistamann sem dæmi bara nefnum við einhvern tónlistamann sem er ekki Bloodhound Gang söngurinn Já, hann er að fara að vera ríkur út lífið Ef hann á masterana sína, er þetta ekki eitthvað þannig? Nei, en það sem ég sé, hann verður kannski ekki ríkur á sínu leveli ríkur en söngurinn í Bloodhound Gang getur alltaf komið sér í þannig verkefni að hann getur farið hann getur valið sér vinnu skilur, hann getur farið að vinna á hvaða auglýsingarskrifstofu sem er skilur, með góð laun söngurinn í Bloodhound Gang Já, veistu hvað ég tala um, hann getur bókstælega svona gaur sem er búin að vera svona frægur getur alltaf komið sér í ágæti stöðu einhverstaðar en Jeff Rowley flip-tímur kannski ekki alveg eitthvað gaur sem er eitthvað eftirsókn að vera neinstaðar, sko, ég veit ekki maður Þetta er fyndið dæmi maður Þetta er gott, herðu, ef að kalla þetta gott strókar I like this
I like this, það gott að byrja með krafti og tempið aðeins síðan niður sko. Já, ég man ekki hvað við byrjum sko. Ég man það, við byrjum á að fara yfir, kannski þú komst með eitthvað þvílitt statementum að rapp hefði verið dautt í smá tíma, bara það NASA Já Já Fannst ykkur ekki, maður koma eitt í lókin Já, það er loka, þetta er samloka það er hip-hop samloka Hvað finnst ykkur þú veist Nas, og þá horfum á núna complete career, skilur hvað finnst ykkur Nas bara sem tónlistamann smá sorglegt finnst ykkur, mér finnst þetta bara virka eins og bara eitthvað gett bitur gæi en það er nefnilega máli en maður verður samt maður má ekki gera gíska maður má ekki fara aftur í tíman með viðhorfi sem maður hefur í dag og dæma það sem maður gekk í gegnum með nýja viðhorfinu og þá er ég að tala um eins og maður getur the smoke some chupa bara hits blunt og þú getur ekki verið það sem ég er að tala um er að þú getur ekki í dag verið eitthvað Eminem glataður þú veist Jú, þú getur gert það dót sem hann getur í dag það er engin Lustaðu en sko Gauti, þú ert kannski að gefa þér þú veist, ef ég segi Eminem ömurlegur þá er ég auðvitað að meina bara í dag fucking sökkar hann, ég er ekki að meina bara sko árið 98 þegar hann geðið góður þá var hann Nei, en það sem ég er að segja er og núna var Arnar að tala um ferilnars Nas ferilnars Nas var náttúrulega sturlaður fyrir 30 árum fyrir 20 árum Já, ég er alveg sammála því, en svo fyrst Já, en þú basically segja bara hann staðinnar einhvers staðar og síðan horfum maður á þú veist bara the legendary beef sem er Jay-Z Nas og horfum á hvernig það endar einhvern veginn og veist, hann verður alltaf legend Nas verður alltaf legend en þú veist, minnst það fucking ég nenni ekki að hlusta á þetta í dag sko Ég held að NASA er bara ofmennast þú veist, hann gefur út einum of góða plötu, of ungur og hann ofmennast og ég held bara, þú veist, mér er alltaf þótt að við Nas svona allavega þú veist, eiginlega undantekningarlaus þá eru beatin hans ógeðslega leiðileg og hann rappar frekar leiðinlega hann er alltaf með því líka heimspeki eitthvað og mest alltaf sama heimspekin en, þú veist, heyrðu þið náða samt legendir línu Hvaða lína? And best friends become strangers Já, ekki á, náttúrulega var ekki, hvort var það, ég er búin að gleyma svona, var ekki í þér, var það Nas-lagið? Já. Það var klikkalag. En með... Já, var það Jay-Z-lagið? Nei, það var Nas-lagið. Ég er bara mannandi, en með þarna, þú veist, til dæmis ef við horfum á eins og Jay-Z og síðan Nas, og ef við horfum á, plötunum sem, var ekki Nas og Kanye að gera plötu bara í fyrra? Jú. Nas og Kanye. Eina platan í þeirri seríu sem var ógeðslega leðileg. Já, en ég er að tala um, ég gæti ekki svona klára plötuna og það voru 5 lög eða eitthvað. Já, var hún svo slæm? Mér myndi hún hefði alveg verið svona miðað við Nas, þá nefndi ég þessu alveg. Miðað við Nas, jú, en mér varst náttúrulega líka, ég keipti Hip Hop is Dead bara það með pósterinn, eða sérst kóðurinn kúl. Hún hét Nas, hún kom 2018 og heitir Nasir. Hver? Platan hans Nas sem hann gaf út með með Kanye þetta er þegar hann gefur út Ye og gefur út Pusha T plötuna er ekki Daytona Curry plöðurana Vissu þið að Pusha T kom með sami textan fyrir I'm Lovin' It það minnst ekki nógu mikið tala um Deuce fucking Run var þetta dæmi að gefa út Kids í Ghost, Ye Daytona, Nas og síðan var Pían Tiana Taylor Já, Tiana Taylor gáði þetta dæmi sko, bara allt En voru það að fíla þessa ég man að það var bara eitt lag sem ég fíla úr þessu Það var 8 á því, sko, ég er náttúrulega bara svona Kanye stan, sko Dýrkari Kanye svona mikið Já, alveg, ég elska hann í viðtölum Ég dýrka viðtölum Nei, ég bara dýrka hann bara öll litlu details í lögum sem hann gera svo mikið fyrir mig og þess vegna fannst mér til leiðilegt nýjasta platan hans það er eina platan sem hann hefur gefið út sem að mér fannst boring í heild sinni en síðan man ég líka eftir því þegar hann gaf út þegar hann gaf út 101 Heartbreaks það fannst mér ekki skemmtileg fyrst og síðan fannst mér Life of Pablo ekkert spes heldur fyrst Hún er góð í dag Já, hún sko hann er bara ahead of his time bara. Ég held nefnilega það sem málið þetta er oft sko maður þarf oft maður getur stundum ekki fatta dót í fyrstu lustunum stundum þarf maður bara smá tíma til að átta sig á því að eitthvað sé
brilliant, eins og 808 heilin á mér var bara ekki tilbúin í 808 þegar hún kom út og ég man eftir það því að vinur minn Ómar sem var með hiphop.is, hann hringdi í mig og hann sagði, herru, það var að koma út plata ég held að þetta sé plata fyrir þig af því þú ert búin að vera að gera aðeins smá svona syngja og okkur, ég held að þetta sé plata fyrir þig og ég tjekka á henni og ég var bara hvað krakk var Ómar Reykjavík, það var ræðilegt stöf, skilur en síðan finnst mér hún geggjuð í dag það var brilliant plata. En manstu hvað þurfti að liða sér langur tími? Meir en ár, sko. Já, það? Þú veist, ég náttúrulega gaf henni bara pínlítinn sens og síðan hlustaði ég bara ekkert í einhvern tíma og síðan hlustaði ég á hana til hlusta á hana aftur setna, þá fannst mér að gegja. En ég búin að hlusta á nýjasta Kanye-lagi hana? Na, lagi hana? Já, minnst remix er leiðilegt, minnst upprunalagi. Mér finnst það klikka. Ég elska að Kanye að gera eitthvað svona gangstadæmi, sko. Já, mér finnst það geðvægt, bara bíti geggjað, viðlagið furðulegt, hvernig hann fer svona off-beat á þessu, na. En mér finnst það gott át, sko, ég dýrka það með, en ég væri samt til að heyra, ég væri til að, það sem hann gerði, þegar hann gaf út Jísus-plötuna, mér finnst það besta platan með Kanye, in my opinion, skilur platan sem gerði mest fyrir mig af öll sem hann hefur gefið út Jísus. En mætti segja að hún væri mest experimental? Já, alveg, definitely. Það ekki, mér fannst hún klipp. 808 samt líka, hún bara hljómar ekki experimental í dag því allir hljóma eins og hún plata núna, Þegar 808 kom út, þá var hún fucking fresh. En Jísus hljómar ennþá bara, þú veist, hún bara ég var bara að spila daginn, klikku plata gameplata, skilur, hún bara við vorum saman þegar hún kom út og vorum að hlusta á hana, við vorum að keyra frá Akureyri í bæinn, Arnar. Já, þau eru hlustum á hana í fyrst skipti? Já. Ég hef oft sagt þessu sögu, ég veit ekki að hún ekkert svo skemmtileg við vorum að keyra hlustum á hana og í fyrsta skipti sem við hlustum á hana þá vorum við hlæjandi allan tíman og í seinna skipti sem við hlustum á hana þá þögn í bílnum. Aha. Bara með þetta? Nei, hún bara stjarfir. Bara hræðslu eða eitthvað, ég veit ekki bara, hún var það fucking góð. Hún er fucking góð, maður. Ertu sammála þessu, Arnar? Er þetta uppáhalds Kanye-verkefni þetta? Nei, Dark Twisted Fantasies. Já, það? Já. Ertu svona mikið, ertu með Dark Twisted Fantasy? Þú veist, það var ekki ykkur goth-grúpu og eitthvað? Jú. Hver er spurningin? Ég sagði, ertu svona goth-gæi? Það sé ekki spurningin mín.